Systir María Luisa, fyrsta spurning mín í fyrri Samúelsbók kapli 18 vers 10. Daginn eftir kom illur andi frá Guði yfir Sál og æði greip hann inn í húsinu, en Davíð var að leika hörpuna hendi sinni, eins og hann var vanur að gjöra á degi hverjum, og Sál hafði spjót í hendi. Systir, og ég vil bæta við Jakobsbréfi 1, 13-14. Enginn má segja, hann verður fyrir freistingu, Guð freista mín. Guð getur eigi orðið fyrir freistingu af henni illa, en það freistar hann sjálfur einskis manns. Það eigin gerund sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir. Systir María Luisa, mig langar að öðlast meiri skilning, því í fyrri Samúelsbók 18 stendur að illur andi frá Guði kom yfir Sál, en í Jakobsbréfi stendur að Guð freisti yngra. Gætir þú hjálpa mér að skilja þessa kafla betur? Jæja, takk systir, gott. Vílik erfið spurning, það ekki? Einhver sem hefur svarið nú þegar? Þetta mjög auðvelt. Áður en ég gef nákvæma svarið, ætla ég að gefa dæmi. Segjum til dæmis að hér sé fundur dómara. Hér situr Hæstiréttur með öllum dómurunum og þeir ætla að dæma mann. Sá maður hefur valdið miklum skaða og framið mörg illvirki. Þá segja þeir, við verðum að dæma hann. Sumir segja fangelsi, aðrir dauðadóm, aðrir eitthvað annað. Maðurinn þannig dæmdur af æðstu dómurunum. Þegar aðaldómurinn ákveður síðan, nei, hann skal hljóta dauðadóm eða hann skal sitja 10 ár í fangelsi. Þá birtist í fréttunum, Hæstiréttur dæmdi mannin til dauða fyrir það sem hann gerði. Þá sagt að rétturinn hafi sendt mannin í dauðadóm. En framkvæmdu dómararnir það sjálfir líkamlega? Nei. Þeir gafu skipunina, aðrir framkvæmdu hana. En þeir sem framkvæmdu hana eru ekki nefndir. Sá sem gaf skipunina talinn ábyrgur. Annað dæmi, minna dramatískt. Bygging, háhýsi eða turn. Það stendur á skilti. Þessa byggingu reisti verkfræðingurinn eða arkitektinn svo og svo. Trúiði virkilega að arkitektinn hafi lagt einasta múrstein. Hann lagði engan múrstein og óhreinkaði ekki einu sinni hendurnar. Hann teiknaði aðeins áætlanirnar og fól öðrum verkið. Það hefði mátt segja, þessir verkamenn, 200 eða 300 manns, byggðu þessa byggingu. En nei, það sagt að verkfræðingurinn eða arkitektinn hafi byggt hana. Þannig það líka hér. Þegar þið lesið að illur andi frá Guði kom og tók Sál til að kvelja hann, þá var það vegna þess að Guð leyfði djöflinum að gera það. Guð gaf leyfi. Hann sagði í raun, já, það í lagi, farðu og kveldu hann. Þá fór djöflin og kvaldi hann. Bræður og systur, djöflin vil valda okkur miklum skaða, en Guð leyfir honum það ekki. En í sumum tilvikum, við erum óhlýðin og breiðum skuði, getur drottin orðið reiður við okkur. Guð kemur þó ekki sjálfur með svípu til að slá okkur. Hann leyfir djöflinum að gera það. Hann leyfir honum að valda okkur erfiðleikum og þjáningum. Djöflin framkvæmir það, ekki Guð, en það vegna þess að Guð leyfði það. Þess vegna merkir orðalagið frá Guði í tilfelli Sáls að Guð vildi aga Sál fyrir þrjósku hans og óhlýðni. Hann leyfði djöflinum það og sagði við illan anda, farðu og kveldu hann stund. Sama gerðist með Job. Drottin sagði við djöflin, farðu og snertu Job, en ekki líf hans. Það leyfi ég ekki. Þú mátt valda honum erfiðleikum og þú munt sjá að Job elskar mig samt. Þannig gaf Guð leyfi og djöflin framkvæmdi verkið. Og í hinum textanum, í Jakobsbréfinu sem þú last, já, þegar þar stendur að Guð freisti yngra, þá merkir það að Guð sjálfur tók ekki svípuna og sló okkur. Heldur voru það djöflin og illir andar.
Guð leifir þeim það stundum og gefur þeim leifi til að gera slíkt, því drottin vild einig ávíta okkur. Til að aga okkur leifir hann stundum að djöfullin valdi okkur erfiðleikum. Það það sem átt við. Þetta skýrara núna? Var þetta ekki mjög auðveld spurning? Auðveld. Það líka annað sem þarf að hafa í huga. Stundum gerir djöfullin illt án þess að ráðfæra sig við Guð eða biðja leifi. Hann kemur einfaldlega og reynir að valda okkur alls kyns skada. Þá gerist það að við biðjum til Guðs vegna einhvers sem hrjáir okkur, hvort sem það veikindi, slys, missir, atvinnuleysi, fjárskortur eða hvað sem Við biðjum drottin og vitum ekki hvort við séum að ganga í gegnum prófraun sem Guð leifir eða hvort djöfullin hafi komið af eigin illvilja til að ráðast á okkur. Þá segjum við, drottin, varðveitu mig, fyrirgefðu mér, hjálpaðu mér. Sjáðu líf mitt og aðstæður mínar, hjálpaðu mér, því ég veit ekki hvort þú hafir leyft þetta til að refsa mig eða hvort djöfullin sé að ráðast á mig. Stundum svarar drottin og segir, djöfullin hefur oft viljað gera þér mein. Hann hefur oft jafnvel viljað taka líf þitt, en ég hef ekki leyft honum það. Ég hef ekki gefið honum leyfi. Hvað lærum við af þessu? Við lærum að stundum gerir djöfullin hluti af eigin frumkvæði og kemur gegn okkur án þess að Guð hafi leyft það. Þá verndar Guð okkur og hjálpar okkur. En þegar við erum þrjósk eða óhlýðin, getur Guð stundum leyft djöflinum að valda okkur ákveðnum erfiðleikum, þó aðeins að ákveðnum marki. Aðrar stundir gerir djöfullin hins vegar illt af sjálfsdáðum. Þannig að báðar þessar aðstæður eru til. Bien.